Ágætu fundarmenn, býð ykkur velkomin á þennan 17. Teams-fund hjá Játgerði. Fyrsta mál langar mig til þess að upplýsa ykkur að Játgerður var kölluð á fund hjá stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Alþingis í morgun. Þar var farið yfir varðandi lögum okkur varðandi kosninguna, sveitarstjórnarkosningarnar að vori, núna í vor og þar var bara hlustað á okkar sjónarmið. Við náttúrulega komum með athugasemd inn í samráðsgáttina og þar sem að við teljum að var mikilvægt að þeir sem áttu hér lögheimili rýmingu að gefa þeim kost á að kjósa og taka þátt í sveitarstjórnarkosningum. Þar sem að við viljum náttúrulega í endurreisninni tefla fram okkar fólki sem breiðast í aldri og með reynslu. Og það var bara vel, þetta var góður fundur. Við ílengdumst nú þarna, við vorum næstu í klukkutíma, mikið rætt bara og spjallað og bara gott að skiptast á ýmsu við alþingismenn. Þannig að ég held að þetta frumvarp fari nú alveg örugglega bara í gegn. Gat ekki heyrt neitt annað. Og síðan það mál númer 2, það við hérna hjá Játgerði erum búin að boða til samtalsfundar núna á miðvikudaginn í Gjánni klukkan 17:30 til 18:30 og við ætlum að bara bjóða alla Grindvíkinga og þá sem vilja taka þátt í uppbyggingunni og endurreisninni með okkur að eiga samtali við okkur. Hvaða leið ætlum við að fara, næstu skref hjá okkur íbúum og fá bara þetta góða samtal við Grindvíkinga og íbúana. Erum við á réttri leið, getum við gert eitthvað öðruvísi og það alltaf gott að heyra í fólki. Þannig að þetta verður hjá okkur á miðvikudaginn. Nú fréttirnar í hádeginu voru nú svona smá viðtal við Magnús Tuma þar sem að hann segir og sagði að Grindavík ætti að fara að byggjast aftur upp á nýtt og sagði ekkert athugavert við það. Að þessi atburður sem í gangi væri nú á lokametrunum. Og núna á miðvikudaginn líka, miðvikudagsmorguninn klukkan 10 til 12, þá kemur Þorvaldur Þórðarson eldfjallafræðingur og til samtals við þá sem að Grindvíkinga sem vilja koma og hlusta á hann og spyrja hann spurninga varðandi þessi fræði og hvað honum sýnist í framhaldinu. Siggi Kristmus, hafnarstjóri, einhverjar fréttir af höfninni? Já. Það bara gengur vel, 2 vísskip í höfn að landa og í gær voru nokkrir bátar að landa og vel fiskast hjá sundum. Þannig að það ekki annað að sjá en þetta sé bara að fara í góðan, að þessu verður bara góð gangur hjá okkur. Flottur. Gott að heyra. Eitthvað nýtt frá þér Siggi Karls, eitthvað sem í gangi núna sem að þarf að komast svona upp á yfirborði? Nei, við farum nú alveg yfir þetta síðast. Það náttúrulega örútboð í gangi varðandi niðurrif, fyrstu 3 húsin, vonandi verður það komið, opnunin á föstudaginn, þannig að síðasta lagi miðja næstu viku liggur það fyrir. Svo erum við að undirbúa næstu örútboð í framhaldi af því. Já, þá ætti bara verkið að hefjast þegar að búið að opna og taka því tilboði sem að ykkur líst á. Já, verkið hefst raunverulega þegar verktakinn tilbúinn, hann hefur 70 daga. Hann getur alveg gefið sér tíma í það að undirbúa sig og koma á staðinn. Við ekki fann 2 til 3 vikur og hefja svo verkið. Það bara, það ræðst bara svolítið að verktakanum. Takk fyrir þetta, Siggi. Einhver sem að vill koma einhverju á framfæri?
Ekki bara ánægður að fá sér fundur sér settur hjá okkur og bara vanda vel til hans. Það löngu tímabært að halda einhver svona upplýsingahönd fyrir fólk. Vel gert. Já, okkur fannst bara komið tími til að eiga samtal líka við fólkið okkar. Hvað finnst því? Það náttúrulega sitt sýnist hverjum og það alltaf hægt að fá góðar hugmyndir og fleiri hendur á dekk eins og maður segir. Nú þörf á því held ég svona í næstu skrefum hjá okkur. Við ætlum að fara kannski í meiri orku í endurreisnina og þá þarf bara fullt af fólki og fullt af góðum hugmyndum og samtal við sem flesta. Það var nú svona það sem að við bundum vonir okkar við þennan stóra fund sem að tala var en eitthvað virðist hann eitthvað verið að dragast að halda hann. Veit ekki hvað veldur. Skarphéðinn, gjörðu svo vel. Já, það laust orðið að þá Endilega. Já, við áttum í síðustu viku 2 svona opna fundi og bæði með fyrirtækjum á mánudags eftirmiddag og þar voru mættir svona einhvers á bilinu 30 og 50, 40 og á mjög góðu fundur, allan frá okkur og það sem voru skoðanaskipti og líka bara upplýsingar fyrir okkur til þess að hafa inn í þessa endurreisna vinnu sem við erum í. Og svo á miðvikudagsmótinu þá áttum við fundi í Kvikunni og þar var ágætlega mætt, kannski ekki alveg 40 manns en svona cirka 30. Og þetta eru liður í þessar fundum sem við höfum átt á undanförnu og það eitthvað nálægt 40 fundi sem við höfum átt og við fjölmarga aðila, bæði innan samfélags í Grindavík en líka í stjórnkerfinu og víðar og núna erum við að vinna úr þessu, ætlum að nota þennan mánuði að vinna úr þessu og byrja að skrifa og struktúrera þetta plan okkar. Við erum komin í samstarfi við Alþjóðabankann og þetta verður þannig að við munum skila okkar skýrslu í lok mars eins og að þau verið stemt og okkar erindisbréf kveður á og líkt leyti mun Alþjóðabankinn þá leggja fram sína skýrslu en þetta verður aðgreindir pappírar. Þannig að en þetta verður á mjög líkum tíma ef allt gengur eftir. Þannig að við eigum að minnsta kosti vikulega fundi í Teams með Alþjóðabankanum og síðan aðgert að þau komi fyrir hlutan í mars og þá verði fundir skipulagðir en þetta eru að mestu sömu einstaklingar og komi fyrir áramót og þannig að þekking þeirra allgóð og á aðstæðum. Það voru mjög góðu fundir sem þau áttu þarna á sínum tíma en þau munu fylla eitthvað í það með fundum í mars og svo en þau hafa líka verið að safna sér skriflegum gögnum og við höfum verið að moka í þau slíku þannig að þau taka við því og þannig að þetta verður bara mjög áhugavert hvernig þetta mun leggja sig og með þessum hætti að þá verður hægt að nota þessu gögn í áframhaldandi vinnu og umræðu í vor varðandi endurreisnina. Segðu mér, takk fyrir þetta Skarphéðinn, segðu mér ykkar skipunartími hvað út maí samkvæmt skipunarbréfi? Já, sko, það sérstakt erindisbréf varðandi þetta verkefni endurreisnar áætlunina. En skipunartími nefndarinnar og gildistími lagana Grindavíkurnefnd rennur út í lok maí og þá mun nefndin láta af störfum og engin áform að framlengja það.
Þannig að þið svona skilið af ykkur skýrslu og væntanlega kannski færið einhvern rökstuðning fyrir henni og síðan eru þið bara gengin frá borði. Já, við munum skila þessari skýrslu endurreisnaráætlun fyrir lok mars og höfum hana svona eins ítarlega eins og þurfa þykir, þó var þetta engin risaskýrsla, ég voru færi svona flestra að lesa hana, en síðan munum við þá nota apríl og maí til þess að ganga frá lausum endum og bara klára þetta tímabil sem að lögin ætla nefndinni. Er eitthvað sem að hefur komið ykkur á óvart svona í ykkar fundarherferð og núna ykkar vinnu? Ég veit ekki hvað að segja, jú, það er alltaf eitthvað sem kemur óvart, endurreisna vinnan að mörgu leyti er löngu hafin og hófst bara daginn eftir rýminga út í það er farið. Og endurreisn Grindavíkur hefur margan hátt gengið ágætlega til þess, en það er ýmis verkefni sem eru ekki búin og þarf að og þá er þetta kannski ekki síður að stilla saman bara í tímasetningum og atburðum sem þarf að huga að og hverju koma að. Þannig að það er kannski fyrst og fremst svoleiðisatriði, en það er mjög margt áunnist á þeim tíma sem að liðin frá því að þessir atburðir hófust. Heldur betur. Nú er það bara það sem að situr svolítið í Grindvíkingum að það eru þessi húsnæðismál eins og oft hefur komið fram á þessum fundum og annar staðar, væntanlega á ykkar fundum líka. Já, ég held að húsnæðismálin séu rædd á næstum í öllum fundunum, skólamál næstum öllum fundunum og enda eru þetta kannski þeir tvö mál sem eru stærst í þessum pælingum endurkomu. Já. Takk Skarphéðinn fyrir þessar útskýringar. Pétur, gjörðu svo vel. Við heyrum ekkert í þér. Svona. Þessar skýrslur sem koma frá nefndinni, annars vegar frá nefndinni sjálfu og Alþjóðabankanum. Og svo sem kemur frá Alþjóðabankanum, ekki einhver skýrsla og verður auðvitað góðar gæld að verð, en við vitum alveg að ágreiningnum á milli þeirra sem er að horfa á okkur fjarlægð og okkar eru tímalínur og Grindavíkurbær er búin að, bæjarstjórnin er búin að tilkynna skólahald í haust með öllum þeim fyrirvörum sem þar eru. Það sem bráðleikur á núna er að þessi húsnæðismál eru leyst og þar hafa menn opinberir talarinni pínult út á söður. Og það liggur verulega á að við bíðum ekki fram í mars-apríl til þess að fá niðurstöðu það. Þannig að það stærstu máli núna eru bara einföldu atriðin, er skólamálin, húsnæðismálin og svo þessi öryggismál sem eru bara enn í einhverju pattstöðu. Það er ekki nokkur einasta leið fyrir venjulegan mann að átta sig á hvernig öryggismálum er háttað í Grindavík. Og þeir sem eru lýsa því yfir að það sé ekki hættulega en annars staðar að vera ef þú heldur utan girðingar og ferð ekki inn á hættuleg svæði. Þetta er stærsta máli sem fólk bíður eftir. Það getur ekkert beðið langt fram á vor með að fá niðurstöðu það og það verður að meta það sjálft. Enginn meta öryggi fyrir sig og sína börn nema það sjálft og það vantar verulega upp á það að bæði verkefnastjórinn Reykjavík örugg eða Veðurstofan komi með haldbær gögn sem eru skiljanleg við fólki. Þannig að þetta eru bara risastærstu málin. Annað í Grindavík er bara í góðu lagi en örugglega góðar ekki að velta og fá góðar skýrslur þetta. En nú er verið að opna matvörubúðina, það var eitt að krossaði það. Það tikkast inn öll þessi atriði og það eru bara þessi ágreiningur tímalínu og að fólk fái tímalega að vita hvar og hvernig einhvern metið eigi öryggi. Og það mun enginn meta það fyrir foreldrana en þeir sjálfir og það vantar mikið upp á að það sé verið að vinna í því og sagt hvernig það á að gerast. Takk.
Já, það kannski vantar, Pétur, svona að það sé talað alveg í hringa, hringnum sé lokað. Það er alltaf fleygt einhverju mati og þessu og hinu fram, en svo það er verið að bregðast við því, það er verið að gera þetta, það er verið að gera hitt, en hringnum er aldrei lokað, það vantar þessa samræmingu hjá aðilum sem að vinna að okkar málum, að það sé það vantar þetta, hvað gerum við til þess þá að leysa það? Og þeir sem eru að tala til okkar segja okkur það aftur og aftur að það Grindavík sé ekki staði fyrir börn eftir slöður, á hans að útstýra það nánar. Og það er bara, meðan það þá er enginn að hugsa engað, sko, það er rauninni bara yfirlýsing það að ef það er ekki staði fyrir börn, þá ætti alltaf að vera bannað að hafa börnina. En það vantar það vantar einhvern nothæfur gögn og rök og framsetningu á þessum málum sem menn geta metið hver fyrir sig. Er einhver sem að vill leggja orð í belg varðandi þetta? Já, kannski bæti við í framhaldi. Ómar, gjörðu svo vel. Já, þessar skýrslur, Skarphéðinn, sem að þið komið til með að birta núna í vor og Alþjóðabankinn. Ég var aðeins áhyggjur af því að hún verði ekki nógu okkur hagfelld, okkur Grindvíkingum, af því að ég hef haft á tilfinningum því sem ekki alveg og sjáum við þetta ekki eins og við, Þannig að ég er bara að spá í hvað er síðan bæjarstjórnin bundin af þessari skýrslu í framhaldi og varðandi uppbygginguna. Ég meina, ráðum við ekki nokkurn veginn sjálf þó að þið komum með eitthvað skýrslu? Stuttasvarið jú, þeir ráðu þessu sjálf. Það hefur alltaf legið fyrir að endurreisn Grindavíkur verður á vegum bæjaryfirvalda. Og þannig að þetta er innlegg í það, og það hefur margoft komið fram bæði í ræðu og riti, að þetta er innlegg í aðdraganda sveitarstjórnarkosninga og þannig að mér finnst að þessi engin ástæða til þess að þú gefir þér það að þetta verði eitthvað andsnúið ykkur Grindvíkingum. Það er engin ástæða til þess að ætla það. Og eins og ég nefndi áðan held ég að þetta hefur mikið að gera með bara að stilla saman í tíma ýmsum þeim atburðum sem að þarf í endurreisn bæjarins. Og það verður fjallað það. Ég er ekki með á hreinu nákvæmlega hver efnistökin verða hjá Alþjóðabankanum, en það verður bæði fjallað þessi mál en líka bara farið í gegnum svona hvernig almennt, hvað þarf almennt að hafa í huga varðandi endurreisn eftir svona atburði og dregin upp einhver dæmi hliðstæð dæmi annars staðar frá. Við Pétur áttum nú fund með Alþjóðabankanum þegar komum hingað og mér fannst nú á þeim öllum þremur að okkur væri við ekki fleiri komin heim, það innviðir væri í lagi, húsin okkar væri flest í lagi og þau vildu bara fara að koma okkur heim sem fyrst. Mér fannst það svona lá í þeirra orðum og þau töluðu bara frekar skýrt með það. Af því þau eru að koma að verkefnum út allan heim sem að líta ekki alveg svona vel út. Ertu ekki sammála því, Pétur? Jú, það var eiginlega næstu, það fengur næstu viðtökun á þessi problem, Já, akkurat. En þetta getur mjög gagnlegt að fá sýn þeirra á aðkomu öðrum hörmungarsvæðum. En þegar krossu við það og alltaf að því gefnu að fólk sé ekki hætt innan bæjarins. Ástendur bæjar svo vel, fólki vil koma, húsin eru heil, atvinnulífið í lagi, félagslífið blómstrar. Innviðir í lagi. Innviðir í lagi og þetta er svona, við erum kannski óþarfi full, en við erum á mjög krítísku tíma núna hver vika og hver mánuður sem líður á þess að fólk fái
haldbær rök og nothæf rök fyrir sjálfa sig sem það skilur. Það snýst mjög mikið það að það skýrist í allra fyrsta. Í þegar bara. Já, það líka, mér finnst það mikilvægast að hann kom hérna inn á það daginn, hann Sigurður Kristmundsson minni mig að þú hafi sagt þetta Siggi að það væri 1400 störf hér í Grindavíkurbæ og það náttúrulega hlýtur að vera ansi góður grunnur að byggja á til að endurreisa okkar samfélag. Einhverju fleiri sem að vilja leggja orð í belg með eitthvað mál? Og ef ekki, þá bara vil ég minna aftur á fundin okkar á miðvikudaginn og síðan körfuboltaleikur í kjölfarið. Þannig að við ætlum að reyna að hafa þetta bara svona stutt og hnitmiðað, hefja samtali við bæjarbúa, hvað getum við gert í framhaldinu, fá fleiri hendur á dekk og vonumst að til að sem flestir komi og eigi samtali við okkur. Takk okkur fyrir góðan fund og verið blessuð.